Já, ég að taka upp núna og það sem við gerðum síðast, það var að skoða þessa mynd hérna og átta okkur á því að það kom út háttgildi á næsta hliðinu þegar að talan 12 var. Það var vegna þess að það var tengt í Q0 á A og B af því að það 0 hérna, það 0 á A og 0 á B. Þá tengt í Q0 á A og Q0 á B. Og á C og D, það háttgildi við tölugildi 12. C með háttgildi og D með háttgildi. Og þá erum við búin að finna að það var tengt í C og yfir í D. Og þá kom við tölugildi 12, þá var háttgildi út á þessu. Það sem við gerðum síðan, það var að tengdu næsta hlið, hérna sem sagt fyrir ofan, hliðið sem var neðst, sem gátt við tölugildi 15. Það næsta hlið fyrir ofan, 4 einganga andlið, þá settum við tengingu til að fá háttgildi við tölugildi 6. Skoðum það, hérna rifjum það upp, við tölugildi 6, þá erum við með láttgildi á A, þá tengjum við þar í Q0, svo erum við með 1 á B og 1 á C, en láttgildi 0 á D. Og þá setjum við B og C, það aðalútgangurinn Q, en Q0 á D. Það var það sem við gerðum hérna eigin í Multisim, tengdum Q0 hérna það, valin línan hérna inn á Q0 á D, það minnistátturinn sem lengst til hægri, og því Q0 á A, það var efsta línan hérna, hún fór hérna til vinstri inn á, við getum að geta hérna, hún fór hérna inn á Q0 á A, hérna, neðri tenginguna á A, flip-flopinu. Þetta A, B, C og D á endanum. Ok, en hinir í miðjunni hérna á hliðinu eru eins og sendur hér, fyrir tölugildi 6, það háttgildi á B og háttgildi á C. Þannig að háttgildi á B, það kom hérna, þetta var B, háttgildi hér, inn á hliðið og C, þar kom líka háttgildi. Komið. Það sem við eigum eftir að gera, það að tengja næstu 2 hlið hérna fyrir ofan. Og við að tengja þannig að það komi háttgildi við tölugildi 9 á næsta hlið fyrir ofan og svo efsta hliðið á að vera 12, tölugildi 12, þá koma háttgildi. Hvernig förum við að því? Næst við 9. Þá stendur hér að hér á A að vera með háttgildi. Þá setjum það í Q á A. Og A-flip-flopin lengst til vinstri. Útgangurinn þar, Q, aðalútgangurinn. Næsti B, það 0. Þá erum við að setja það á Q0 á B. Sama gerum við með C, þá setjum við Q0 á C, en á D, þá setjum við aðalútganginn þegar það háttgildi. Því það sem sagt D með gildi 8, og 8 pluss 1 eru 9, þannig að þessi hérna hefur gildið 8 og það var D-ið og A-ið með gildið 1, þá bætist við 8-una og þá fáum við gildið 9 og þá hefur við verið með háttgildi út á andliðinu. Þá teljum við þetta út á inngangana hérna, tengjum við þetta út á inngangana. Og ég ætla aðeins að minnka þetta hérna lítið aftur og færa þetta til, þannig ég geti farið að tengja þetta. Næði þessu líklega svona. Og nú tengi ég 9-una. Sem sagt, A-ið á að fara í háttgildi inn á innganginn. Og A hérna bara, næsti bær í dalnum. Svona, hérna ná. Þetta A, kemur hérna efst. Svo kemur B, það á að fara í Q0 vegna þess að það
0. B er 0. Ok, ég ætla kannski að, svo ég sjái hvað ég að vinna í, getur verið að ég geti sett hérna eitthvað grátt svæði eða, Nei, ég ætla ekki að gera það svona, ég ætla að gera þetta svona. Setja hérna það sem ég að vinna í með einhvern smá lit. Svona. Ég að vinna í þessu hérna, þá sjáum við hér að 0 á B og 0 á C. Þannig að B-ið, það verður að fara hérna í Q0. Og það ekkert búið að tengja neitt hérna í Q0 og B, þannig að ég fer hérna neinustu leið niður og tengi við Q0 á B. Og ég þarf að gera það líka við C-ið. Það vandast nú málið. Fer hérna upp frá C-inu, einustu leið hérna upp, að rétt slepp ég hérna. C-ið fer líka í Q0, af því að það er 0 hérna. Síðan er D-ið, það er með háttgildi. Ok, ég sé að Q-ið á D-inu, það er háttgildi sem sagt, og það er að fara í þessa línu hér. Ok. Þá þarf ég að lenda rétt á henni. Það er þessi hérna. Þetta er Q á D, minnistættinum. Svo að nú ætti ég að fá, ef við töljum hérna, þetta var allt í gangi hjá mér. Ég ætla að setja þetta aftur í gangi hérna, sjá, og resetta þetta alltaf með R-inu og þá er allt slökkt hérna. Og þá get ég fylgst með ljósunum. Ég er aðeins að vinka þetta. Og þá get ég fylgst með öllu saman. Það er ljósunum hérna til þess að fylgjast með talningunni í töflunni. Og þá byrja ég hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6 og hérna kemur jarðskjálfti 7, já, það er þokkalegur. Sæll. Það er eitthvað sem að kannski dettur hjá okkur. En var einhver annar að finna fyrir jarðskjálfta eða? Já. Það hörðu mér gekk til inn í herbergi, sko. Hérna, nú er komið 9 ógangi og jarðskjálftinn genginn yfir og þá erum við með háttgildi hérna á 9. Er ekki allt í lagi hjá okkur annars? Nokkuð sem að tölvan hefur nokkuð dottið á gólfið og eitthvað svoleiðis hjá okkur? Getur endur tekið það svo að segja fyrir svona 10 sekúndum? Já. Fundu þið jarðskjálftanna? Þessi var rosalegur. Já, Kristinn, hann var svolítið sæmilegur. Já. Sem sagt, að ég tengdi í 9-unni háttgildi á A, það var Q á A, það er hérna lengst til vinstri flip-flopinn, og Q0 á B, Q0 á C og Q á D. Og þá er ég með tölgildi 9, þegar ég tel upp í þetta. Og ég var bara að telja og ég ætla að resetta aftur og telja þetta aftur. Þá segi ég 1, svo kemur 2, svo kemur 3, 4, 5, 6. Þá kemur ljósið hérna á 6-unni. Síðan kemur 7, svo kemur 8 og lokum 9. Þá sjáum við það er slökkt á B og slökkt á C, en það er kveikt á D og A. Þeir eru inni, það er háttgildi þar. Og þá er ljós hérna, þá eru allir inngangarnir á andliðinu með háttgildi. Því að ef það er slökkt á B og C, ef 0 er á B, Q og C, Q, þá er Q0 með andhverfa stöðu, með háttgildi. Þess vegna eru allir inngangarnir með háttgildi hérna og þá er ljós á 9-unni. Það var það sem ég var að segja. Þá eigum við bara eftir að tengja
efsta andliðið og það talan 12. Og þá þurfum við að átta okkur á því hvernig eigum við að tengja inn á það. Það er svo slökkva hérna. Og ég ætla að breyta þessu aftur hérna bara í venjulegt. Sjá, svona. Við. Nókulur, ok. Og við tölgiti 12, þá ég með þetta hérna. Svo að sjá þetta betur. Svona. Hér höfum við A og B í 0, þannig að ég verð að nota Q0 á A og Q0 á B. En í C þarf að vera Q og D er Q, semst aðalútgangarnir í C og D. Andhverfir útgangar í A og B. Ok, þá reyni ég það. Þá byrja ég hérna á A. Ég var einhvers staðar með A hérna með Q0 línu hérna og hún var hér. Hún var efst líka á 6-unni. Það passaði 6-an hérna, hún var með 0. Þá ætla ég bara að nýta mér það og fara ofan í þá línu. Bara samt svolítið utarlega svo ég hafi pláss fyrir hina vírana líka og þá tengi ég hér. Þetta fer í Q0 á A. Ég þarf líka að fara í Q0 á B. Hérna. Q0 á B. Þá er Q0 á B. Það er hér. Það var eins og í 9-unni, næst efsta hérna í 9-unni. Það var hérna í 0 líka. Þannig að ég nýtti mér það að komast inn á þá línu. Það kemur hérna, inn á Q0 á B. Og C og D, það er með háttgildi. Það er C með háttgildi og D með háttgildi. Það er þá Q á þeim tveimur. Og hvar er ég með séð? Það er séð, kemur hérna upp, það er hér. Þá fer ég í það hér, hérna er sé, og það kom hérna allaveg hingað, það er sé. Og D er þessi lína hérna. Þá get ég náð í hana jafnvel hingað bara. Þetta er D sko, D-lína, með Q-ið, aðalútganginn. Svona, jæja, þá ætla ég að prófa að setja aftur í gang og telja upp í 12 og svo sjáum við til hvort að ég eftir að svara einhverjum spurningum eftir. Nú ætla ég að með reset að núlla þetta allt saman, svona. Þá byrja ég að telja og það er hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Útgangur er 6 og hann virkur hérna og tölugildi 6 hérna á þessum röðum hérna í ljósinu. Á 6 í töflunni þá er ég með 0, 1, 1, 0. Það passar hérna 0, 1, 1, 0. Svo held ég áfram að telja. Og þá er það 7, 8, 9. Þá kemur hérna 1, 0, 0, 1 í töflunni, 9 er 1, 0, 0, 1 og svo kemur 10 og 11 og svo kemur 12. Það er hérna, þá er allir inngangarnir háir og þá er hár á D og C og B og A er 0. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Já, þá erum við búin að telja upp í 12 og ef ég held áfram þá ætti neðsta hérna að koma inn við tölugildi 15 eins og gerði alveg í upphafi. Þá kemur 13, 14 og 15 og þá kemur ljós hérna líka við
neðsta andliðið. Þá athuga hvort það einhverjar frekari spurningar hérna í þessu verkefni. Við vorum að bæta við þessu tveimur hliðum fyrir tölugildi 9 og 12 og það búið. Og þannig að við myndum enda á mynd sem að væri með þessum hliðum öllum fyrir tölugildi 15, 6, 9 og 12. Já, og það sem við eigum eftir að gera hérna, það að klára hérna púlsalínuritið. Áður en við förum í lið 1.6 sem að það að búa til eitthvað ægilegt hérna forrit í stigariti, sett upp teljara í stigariti fyrir talningu. Ok. Þannig að þið glímið við það. Ég ætla að setja upp þessa talningu. Sem sagt, þetta rauninni A, B, C og D. Þetta eru sömu púlsarnir og sama talningin og í töflunni og kemur fram hérna á þessum ljósum í teljarann. Þetta alveg það sama. Þannig að við fyrsta klukkupúls sem fellur, þá kemur A inn. Svo kemur næsti púls upp, ekkert gerist fyrir að hann á bakkantinum fellur. Og þá fer A út, sem sagt, komið 2, það B inni. Það tölugildi 2. Og við þriðja klukkupúls sem fellur, þá leggjast þeir saman, B gildi 2 og A gildi 1, þá komin tölugildi 3. Og svo þegar fjórði klukkupúls sem fellur, þá fara þeir báðir út A og B og C kemur inn. Svona höldum við áfram að teikna þetta. Þetta bara eins og talning í tvíundakerfi, þetta púlsalínurit. Og við klárum það bara upp í þá tölu sem við náum hérna. Við förum upp í 15 og í 16. púlsi sem sagt, þá fer allt í 0. Þannig að nú tökum við þetta hérna bara inn í Paint. Í Paint og að taka það inn með Snipping Tool. Og þetta hafa hérna eitthvað laust pláss hérna til hægri svo að geti bætt inn á það. Fer með þetta inn í Paint og síðan þess að kannski að stækka þetta eftir. Þetta kannski dugar, sjáum til. Og ég ætla að halda áfram með þessa púlsa og það sem ég geri er að taka afrit af þeim. Ég ætla að fara upp í 16. Þá 11, 12, 13, 14, 15, 16. Þessi ég taki þennan frá þessum hérna. Ef ég fer ofan í þennan hér, þá kannski næ ég þessu. Gengur þetta ekki á mér. Copy. Og ég ætla að velja hérna transparent. Þetta verður að vera transparent sko til þess að ég ég búin að eyðileggja þetta. Nei. Ok. Paste. Það færi þetta til svona. Já, við erum 10, 11, 12, 13, 14, 15. Já, ég verð að stækka myndina hérna til hliðar. Þetta ekki alveg nógu stórt. Svona, þetta hlýtur að vera nógu stórt. Og þá fæ ég púlsana hérna. Sem sagt, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jú, ég ætla að hafa þetta svona. Þá ætla ég að reyna að sleppa sér hér, svona.
þá fer ég upp í 16 hérna. Og ég ætla að merkja hérna púlsana, klukkupúlsana. Og ég ætla að vona að ég sé með að þetta er sennilega frekar lítil stærð á þeim, kannski 10 eða eitthvað svoleiðis. 11, já, kannski, þetta er kannski 11. Hérna. Og þetta er gott, 12, 14, 15 og 16. Ok, þá ætla ég að merkja sem sagt klukkupúls hérna, tek hérna select, færi þetta inn á. Býtum nú við, ég ætla að færi þetta bara hérna dálítið nálægt svo ég geti sett á hérna við hliðina svona. Þetta við hérna og svo framvegis 12 13 kannski var þetta næsta stærð fyrir ofan 13 svo kemur 14 einhverjir skrúðningar hjá einhverjum. Skulum sjá. Svona. Já. Ok, ekki lengur, þetta er allt í lagi. Svona. Og setjum hérna 15 og síðan 16. 15 og síðan 16. Og þá ætla ég að fá þessa púlsa alla leið hérna. Þá er A-púlsinn, hvernig hann breytir sér. Og ég láta að telja það alveg upp í 16 og 16. púlsinn sem þá verður 0. Copy, paste og þetta er transparent, þannig að þá myndi þetta enda svona. Það sleppir svo nokkuð nákvæmum stað, svo þetta lendi akkúrat ofan í. Þannig að núna ætla ég að reyna að fá þetta. Ég líka. Og ég þarf sennilega að taka það. Já, býttu nú við. Já, ég þarf eiginlega að hérna reyna að máta það inn svona fyrst. Svo þetta sé nokkuð rétt. Já, ég held að þetta sé að flúta nokkuð rétt og já, þetta er svona alveg á mörkunum, jú, svona, þetta gengur svona. Þannig að við 16 þá fara allir í 0 aftur. Og það sama þarf ég að gera fyrir séð. Taka það nokkru sinnum. Og, já, það er kannski stugar bara eitt skipti hérna. Ég er bara að finna út hvernig þetta er tengt svona, svo fær ég þetta með örvaliklunum hérna niður. Svona, ég held að þetta sé komið þarna og að lokum þá er háttgildi á þessum púls hérna alveg, já, ég ætla að reyna að setja línu sem að nær alla leið. Þetta er fyrir lágagildið svo að það sé inni
og svo höfum við háagildið líka. Klára þessa línu og síðan bý ég bara til línu hérna efst. Hún ekki mjög þykk og ég hér. Svolítið örlítið breiðari kannski, eða liturinn örlítið meiri en venjulega á þeinum fyrir ofan og þá kem ég það bil hér. Enda hér, já, og klára þetta. Á Teams. Nei, ég ekki alltaf að lesa. Ok, datt nokkuð niður hjá okkur? Nei. Ok, þá hérna erum við komnir í enda hérna við 16, þá fer allt í 0, þannig að þá ég bara eftir að gera línuna hérna niður í 0-ið. Og já, kannski ekki alveg nógu nákvæmur á þessu. Svona, þá held ég að þetta sé nokkurn veginn enda svona hjá mér. Ef ég seti línu hérna upp. Já, þetta svona nokkurn veginn alveg allt saman að enda á réttum stað. Við 16. púlsinn þá fara öll ljósin í 0. Við getum prófað þessa talningu og séð hvað kemur út hérna. Og sem sagt við fyrsta púlsinn kemur A inn, annan púlsinn þá fer A út og B kemur inn. Síðan við þriðja púls þá kemur A og B, þá komum við 3. Fjórða púlsinn bara C inni og fymta kemur A með C af því að það 4 + 1, það 5 og svo kom B með C, 4 + 2 og svo gengur þetta svona koll á kolli og sjáum hérna þegar 8. púlsinn fellur úr hágildi í lággildi þá fara allir A, B og C út en D kemur inn af því að D með tölugildið 8. Og síðan bara bætist við A, bætist 1 fyrir að fá 9 og B til að fá 10 og svo koll á kolli. Þannig sýnir þetta púlsalínuritt talningu í 10. kerfi. Alveg út til enda með 4 bitum A, B, C og D. Ok, ljómandi, þá ætla ég bara rétt að hreinsa örlítið til hérna í endanum og minka þetta örlítið niður og við kannski endum á því að láta hann keyra allan hringinn og sjá þegar að öll ljósin fara í 0. Ég set þetta í gang og ég ætla að resetta allt saman með R-ið og ég þarf að setja í lágt-gildi og svo aftur í hátt-gildi. Þá ég tilbúinn. Það verður að vera hár inn á þessu þegar ég fer að telja. Hár inn á clear, þetta niðri. Ok. Svo nú bara að sjá hvort að þið getið unnið í þessu verkefni sem sagt svo klára að tengja þetta þegar ég búinn að fara í gegnum þetta og þar á eftir getum við kannski spáð í síðasta hlutan af þessu verkefni. En við segjum hérna, teljum þetta 1, 2, 3, 4, 5 og 6. 6 hérna, þá B og C inni, það passar, B og C inni og útgangur 6 hérna, svo kemur 7, 8, 9 og við 9 þá D inni og A. Það D og A, það passar og síðan höldum við áfram 10, 11, 12 og þá efsta ljósið komið hérna við tölugildi 12. Þá erum við með C og D með
háttgildi og A og B í 0. Og það passar hérna A og B í 0, C og D með háttgildi. Svo höldum við áfram 13, 14, 15 og við 16. púlsinn, sem sagt, nú sjáum við það eru allir í háu gildi. A, B, C og D. Og við 16. púlsinn þá slokknar á allum. Allt færið, 0. Og þá byrjum við bara með næsta púls í viðbót, þá byrjum við á einum aftur. Þetta gengur alveg í hring. Framvegis. Þannig að þá erum við búin að prófa að allt þetta sem við erum búin að tengja, það passar við sannleikatöfluna og púlsa. Þá bara spurningum að ég stoppi upptökuna aðeins og þið getið þá klárað ykkar vinnu við þetta.